Komið sælar blessaðar, kæru steingetur. Hér koma spilin ykkar, orka svona fyrir næstu daga og allt tilbúið fyrir ykkur og við skulum bara demba okkur í þetta. Það er mjög skemmtilegt að fyrsta spilið ykkar skuli vera með mynd af steingeit. Steingetur geta verið þrjóskar og þegar ég segi þrjóskar þá meina ég ótrúlega þrjóskar. Hér er verið að tala um að þú þurfir að finna jafnvægi. Þrjóskan er að standa þig fyrir þrifum. Þrjóskan er að koma í veg fyrir að hlutir flæði til þín eins og þeir eru að gera. Það er verið að biðja þig um að opna huga þinn og ef þú ert í einhverjum erfiðum samskiptum við aðra manneskju eða manneskjur, þá er verið að tala um að biðja þig að setja þig í spor hinnar manneskjunar, þó ekki væri nema eitt augnablik, til að sjá hennar hlið á málinu. Þrjóska getur komið okkur í gegnum ýmsa hluti og hún getur vissulega hjálpað því að oft þurfum við í lífinu að vera staðföst og standa með sjálfum okkur. En þegar hún er orðin þannig að hún stíflar og heldur okkur föngnum eða við höldum okkur sjálfum föngnum með henni, þá er hún farin að valda ójafnvægi. Þá er hún farin að valda stöðnun. Og það er ekki gott. Við þurfum, kæru steingetur, sérstaklega skilaboð ykkar, að tileinka okkur ákveðin sveigjanleika til þess að orkuflæðið okkar verði eins og það á að vera. Spurðu sjálfa þig hvað er að þjóna mér og hvað er að taka frá mér, stendur hérna. Settu sjálfa þig í forgang, reyndu að tengjast þínum innri manni og gefðu sjálfum þér eða sjálfri þér, kæra steinge, tíma til að endurnæra huga, líkama og sál. Ef til vill ertu í þrjóskugírnum bara vegna þess að þú ert þreytt. Nennir ekki einhverju, getur ekki sett orkuna þína í eitthvað, átt bara takmarka magn af orku og þú setur bara í bremsu. Það er komin tími til að hugsa um þig sjálfa og fylla þess á tankinn þinn og næra þig. Hversu oft hefur maður ekki verið í þessum sporum? Kæra steinge, það þarf hugrekki líka. Vogin var hérna á undan þér, hún fékk líka boðum hugrekki. Að finna hugrekki sitt og muna hversu sterk þú ert, hversu hugrekk þú ert og hugprúð þú ert líka og tækla hlutina með það að vopni. Og hér er aftur að vera að tala um hérna hugrekki í 2 spilum, hugrekki og sjálfstraust. Ef þú ert í samkeppni við einhvern eða stendur frammi fyrir því að þurfa að sýna fram á hæfileika þína, sýna að þú standi framar en aðrir eða betri en aðrir, sért betri en aðrir, ef til vill bara í samkeppni vegna vinnu eða eitthvað svoleiðis. Dragðu þó upp hugrekkið. Til þess að fúnkera vel í þannig stöðu þarftu að vera í jafnvægi og til að vera í jafnvægi þarftu að huga að sjálfri þér, kæra steinget. Þú fær miklu meiru áorkað í þessari hérna stöðu á stökki fram á við með hugrekki að vopni heldur en það að vera hérna bara lokaður í kross.
Ég fæ fyrir sumar ykkar er þetta samskipti við annað fólk. Það sem hefur orðið ákveðin pattstaða og þið með þrjóskun ykkar af vopni neitið að hreyfa við málinu. Fyrir aðra ykkar er þetta svona þið eiginlega í þrjósku gagnvart ykkur sjálfum. Hvar þið eru staddar í lífinu, af hverju þið eru ekki komnar lengra. Og þetta er svona ákveðin óánægja sem að grillir í þarna undir niðri. Reynið að anda ofan í maga og muna að þó að dagurinn í dag sé erfiður, þá er ekki víst að morgundagurinn verði eins. Ok, kæru steingetur, það er hugrekkið og það að hugsa sjálfa sig sem er lykill hérna. Ok, loka spilið ykkar heitir Business Venture sem að myndi útleggjast bara viðskipta tækifæri eða viðskipta ævintýri. Treystu og fylgdu nýrri hugmynd varðandi viðskipti eða varðandi framan þinn, vinnuna þína. Það er einhver hugmynd sem skýtur upp kollinum varðandi vinnu, varðandi viðskipti, peninga. Það er eitthvað gott að koma inn með því og það hefur verið ráðleggja þér að treysta þessari hugmynd. Ok, það getur eins og ég sagði þaðan, tengst hérna samkeppni við einhvern annan og þá er aldeilis bara tími til að draga upp sjálfstraustið og stökkva bara fram á við með þessa hugmynd og sjá hvort hún skilir ekki einhverju góðu. Tígrisdýr tákna oft ótta í spilum og hér er nú bara barn, sýnist mér, sem að stýrir þessu tígrisdýri. Þannig að þetta er svona ákveðið að ráða við óttan. Ráða við óttan sinn, horfast í augu við hann og stíga bara í gegnum hann og vera hugrakkur. Ok, kæra steinget, nú er ég fann að endurtaka mig. Þetta voru bara svolítið skýr og stutt og skýr skilaboð fyrir næstu daga hjá þér. Ég vona að þú finnir eitthvað sannleikskorn í þessum lestri, allavega að þú hafi gaman á honum. Ég óska ykkur bara allsins besta, ljós og kærleikur.